Já, góðan daginn, gott fólk og velkomin í næstu skref og takk fyrir góð viðbrögð við síðustu þáttum og síðasta þætti ræddu við Ásthildi talmeinafræðing mjög áhugaverð verkefni sem hún hefur verið að vinna þar og mæli endilega með að fólk skoði það. Það tengdist svona fyrir þáttur líka strákana okkar og menntakerfið. Síðan fyrir hálfum mánuði ræddi ég við Hrein Haraldsson, fyrrverandi vegamálastjóra samgöngumál og við komum í því viðtali mjög víða við í tengslum málefni sem snúa að Fjallabyggð. Þannig að í dag ætlum við að ræða við bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Fjallabyggð málefni sem snúa meðal annars að samgöngumálum og ýmsu fleira og þessu ástandi sem við verið núna í vikunni. Það búið að ganga ýmsu. Það voru ýmsir að jinxa hérna fyrir viku síðan að þegar var rigning í janúar hérna eins og Akureyri að þetta þótti skrítið og það var varla að snjóa þennan veturinn og það var við að fór náttúrulega að snjóa og nú er búið að snjóa nánast frá síðustu helgi. En í dag eru gestir þáttarins Helga Helgadóttir, formaður bæjarráðs Fjallabyggðar, Tómas Atli Einarsson, bæjarfulltrúi í Fjallabyggð og Elías Pétursson, bæjarstjóri í Fjallabyggð. Verið velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Hérna, byrja þér kannski rétt að kynna fólk til leiks og Helga, ef þú kannski segir aðeins að sjálfur þér og hvað þetta fást við og bæði í pólitíkinni þá og hérna bara í daglegu lífi. Já, Helga Helgadóttir, ég sem sagt oddviti sjálfstæðismanna og formaður þá bæjarráðs í hérna Fjallabyggð og fæst við það svona í auka vinnu og svo sem sagt vinn sem ráðgjafi í félagsþjónustu. Já, takk fyrir það. Aðalstarfi mitt. Við kannski að taka það fram að hérna hún Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir forseti bæjarstjórnar. Hún hérna hefði gjarnan viljað vera með okkur í dag en kemst ekki. Já, vant við látin og ferðalagi. Við ræddum við hana, þannig að það er gott að láta fólk vita því að við höfum gjarnan, hún er forseti bæjarstjórnar. Já. Á Betri Fjallabyggð, ég man gott rétt, já. Mjög gott. Tómas, ef þú myndir aðeins, hvað ertu að gera frá degi til dags ásamt því að vera bæjarfulltrúi? Ég ræddi að kynningin verði aðeins lengri heldur en á Helgu. Ég hef sem sagt aðfluttur hérna í Ólafsfjörð, kem úr Kópavoginum, en segist nú alltaf að ég ætti að rekja á Strandirnar. Ég sem sagt lærður steinsmiður og rek fyrirtæki hérna, Skiltæki Norðlands. Erum að smíða þar skilti og erum að vinna mikið fyrir vegagerðina. Ég líka hef unnið sem héraðslögreglumaður hérna í ansi mörg ár. Líka að vinna fyrir Veðurstofuna sem snjóeftirlitsmaður, þannig að ég að einhver leyti ber nú, sem sagt, ef maður tekur nú veðurþáttinn út fyrir sviga, þá ber ég ábyrgð á því að Ingibjörg kemst ekki til okkar. Og hérna, já, það er svo, og svo ég bæjarfulltrúi var í 3. sæti á lista sjálfstæðismanna fyrir síðustu kosningar. En ekki svolítið langt síðan, Tómas, þú fluttir á Kópavoginum? Jú, ég held að ég svolítið í krísu með það, hvenær maður verður Ólafsfirðingur, Þetta er ekkert alveg á hreinu, Hvað er langt síðan fluttir? Ég taldist nú til, áramótin 1920 að þá væri ég komin svona, þetta væri á pari, þetta árið sem ég var búinn að búa fyrir sunnan og árið sem ég er búinn að búa hérna við norðan. Þannig að ég veit ekki hvort að það telst, hvort ég telst fyrir orðin Ólafsfirðingur þá, Nei, nákvæmlega. Elías Pétursson, bæjarstjóri, hvað segir þú gott í dag og ef þú myndir aðeins kynna sjálfa þig? Ég segi gott. Eins og við framkomið þannig þá ég bæjarstjóri hérna, hef verið það frá því í byrjun mars á síðasta ári. Ég kom hér þegar að COVID, bara nokkrum dögum áður en að COVID byrjaði og var held ég búinn að vera hérna í 2 vikur þegar ég var bæði búið að banna fólki að hitta mig og banna öll partí, alla samkomur. Ég búinn að vera hér síðan, var áður sveitarstjóri í Langanesbyggð og byrjaði þar 2014. Þar áður var ég í einkageiranum, bæði sem ráðgjafi og líka sem verktaki. Já, þannig að ef við byrjum aðeins núna, hérna kannski bara þessi vika núna, hvernig staðan núna áður fyrir við kannski að ræða einstök málefni eins og samgöngumálin? Hver staðan núna? Nú voru fréttir til þess að það var lokað Ólafsfjarðarmúlann í 3-4 sólarhringa í vikunni og Týr var að fara frá Akureyri í gær
til Siglufjarðar og hver staðan, það er hérna flutt úr húsum, einhverjum einstöku húsum við Stóra Garðinn, Stóra-Bóla. Hver staðan? Hver vil taka þann bolta svona ef þið lýsið þessari viku núna? Á ég að taka það. Staðan núna að það rýming í þessum 9 húsum sem hefur verið og það verður endurmetið seinnipartinn í dag. Samkvæmt vefnum hjá Vegagerðinni þá allt lokað og vegna snjóflóða hættu, þannig að það ekki byrjað að moka. Við vorum samt að vonast til þess að það yrði mokað í dag á almannavarnanefndarfundi sem ég var á í gær, að þá kom það fram. En ég hef ekki heyrt af því í dag, þannig að staðan bara að það rýming, við erum aflókuð en þokkalegt veður og góðu skapi. En þetta núna, kannski maður upplifir þetta er svolítið sérstakt núna þetta undir þessum garði að allt einu þessi staða komin upp. Tengist þetta þá bara eins og það sem gerast á Flateyri og annað í því samhengi eða? Tómas, hvað getur þú sagt okkur um þetta? Já, það alveg komið fram að þetta tengist þetta og menn eru að endurmeta virkni þessara garða og vilja náttúrulega síst af öllu lenda í öðru svona dæmi sem gerðist þarna á Flateyri, þannig að menn eru svolítið kannski einhverju myndi segja örugglega óvarkárir en ég held að það sé aldrei varlega farið í þessu þegar það kemur að öryggi fólks sko. Þannig að meðan við ekki vitum að þá kannski eðlilega fer öryggistöðin svolítið upp sko. Það verður tekið metið svolítið þannig að við tökum engar áhættur. Nei, þannig að þetta sérstök staða sem kannski hefur ekki verið að skapast síðustu ár, nákvæmlega sem við erum að upplifa núna varðandi þetta. Já, við sjáum það náttúrulega bara hvað gerist náttúrulega núna upp á skíðasvæði þarna í Skarðsdalnum sko, að það er bara mannvirki í snjóflóði og við erum að sjá snjóflóði í ýmsu viðhorfum, þannig að þetta er útbreiddur veikleiki sem við erum að glíma við núna í snjóþekjunni, þannig að ég held að þetta hafi bara verið á þeim tímapunkti þegar þessi ákvörðun var tekin, hafi verið hárrétt sko, en síðan má alltaf svo sem alltaf horfa í baksýnisspegilinn og gagnrýna hvað er gert sko. Já. Og við erum svo sem að sjá þetta núna víða snjóflóð þessa dagana og kannski það nú einhver reyti yfir umræða tengt eins og núna var aurflóðin á Seyðisfirði og við erum að sjá þetta í Hítardalnum, stórflóð, Hamarsfirði og víðar. Það virðist vera svolítið sérstakt sko, náttúrulega umræða bara loftslagsmálin og sífreyðran og að hvað að gerast. En við erum að sjá svolítið öðru sér hluti við höfum verið að kannski horfa upp á. Ja, við höfum alveg bara skýrt dæmi frá því fyrra þar sem við sáum vetur sem við höfum ekki séð allavega síðan ég flutti hingað í Fjallabyggð að það var þessi strempin sko, og tók vel í en síðan komum við núna með þessa viku núna, þetta var búið að vera þokkalega rólegt hjá okkur þangað til í þessari viku, það kemur þessi skarpt til okkar sko. Já, það var náttúrulega svona almennt hljóði held ég fólki fyrir norðan Helga að þetta var þægilegt hjá okkur, eitthvað með veturinn búin að vera þægilegur og allt í einu ég meina eins og ég lýsti á Akureyri eins og kannski skeið á þann að rigning í janúar á Akureyri ekki svona þetta hefðbundna. Nei, þetta hefur, já, þessi vetur hefur náttúrulega ekki verið svona kannski eins og við höfum, ekki eins og allavega veturinn í fyrra, en og ég held að fólk hafi bara kannski eftir þann vetur, það voru svona, fólk var orðið mjög þreytt. Þannig að það var svo sem, það var enginn að bíða eftir þessum stormi núna, ekki í ofværni, en auðvitað vissi maður að þetta kæmi. Það er aldrei svo að koma ekki vetur hérna. Nei, og nú nokkuð búið að snjóa bara stanslaust í 5 sólarhringa eða hvað það er. Já. Maður kemur unni bara frá með flug suður á mánudagsmorguninn og koma heim á föstudaginn og svo núna bara yfir helginni búið að bætast við. Já. Þær eru erfitt fyrir laboratóríkina mína, hún er erfitt orðið með að fara um okkar hefðbundnu gönguleiðir. En Elías, það sem kannski kom á óvart núna, þetta snjóflóð sem að virðist að hafa verið feiknarlega öflugt upp á skíðasvæði og lendir þarna á bara aðstöðunni þar. Það hefur svo sem verið talað að menn hefur kannski mest á lyfturnar að einhver hluta þeim, en svo fer þetta bara yfir aðstöðu, eða þess að bara húsið. Þannig að það komið svolítið óvart þetta. Hvað getur þú sagt okkur um þetta?
Sko, það virðist koma þarna töluvert stórt flóð niður sem en mjótt og kemur bókstaflega bara á húsin og það eins og allan að lítur út svona það sem hefur náðst að skoða þá held ég að þetta sé bara allt tjón á mannvirkjum, bæði í skíðaskálanum og svo þarna hús sem undir skíðalegu og þess háttar. Þannig að það kemur bara flóð og eins og ég hef skilið það þá þetta svona ekki það sem menn höfðu kannski alveg reiknað með þarna. Á sama tíma þá hefur sko hættumat verið til töluvert lengi þannig að það hefur verið vitað af snjóflóðahættunni og vel að merkja að þó að þetta flóð falli þarna núna þá hefur það ekkert síðan með það að gera sko þegar að skíðasvæði kemst aftur í rekstur að þá vöktun mjög góð þannig að fólk þarf á engan hátt að hafa áhyggjur af því að koma á skíði til okkar. Það vöktun góð. Ég held að líka þetta með hættumatið að það að sýna sig allavega þessi vinna sem unnin af Veðurstofunni og snjóflóðavaktinni eða snjóflóðasetrinu unni þegar kemur að hættumati og líkanareikningi sko að þetta það alveg fótur fyrir þessu og þetta að sýna sig skilur þetta var inn á hættusvæði og maður sem áli spyrja sig rauninni með þetta staff sem búið að vera þetta með ofanflóðasjóð að með fæslun á þessum mannvirkjum að nú bara frammi fyrir því að þessi mannvirki ónýtt og tilheyrandi kostnaði í rekstrinum, ég meina það fellur niður reksturinn á svæðinu í einhvern tíma og veit ekki hvað hann langur. Þannig að það er svona spurningum vinnubröða en svolítið líka hvernig menn tækla þessa hluti. Þetta kannski þetta var eiginlega næsta spurning. Það Elías, þú hefur sem bæjarstjóri verið að skoða þessi mál varðandi ofanflóðasjóðinn og fara í gegnum stöðuna nú liggur fyrir þinginu og verið að vinna inn í umhverfis- og samgöngunefndinni að breytingum á ofanflóðasjóði og hvernig hann starfar. Hvað getur sagt okkur af þeirri vinnu sem þar í gangi? Sko, við höfum hér í Fjallabyggð lagst mjög hart gegn því að lögunum verði breytt eins og menn eru að hugsa að gera og í svona einfaldað þá það svona þrennt sem verið að breyta sem við erum mjög ósátt við. Það sko verið að þrengja lögin, þrengja möguleikana á því að bæta tjón og verið að einskorða það í rauninni við þá íbúðarhús í þéttbýli sem hlýtur þá í rauninni að taka út til dæmis dreifbýlið. Þannig að okkur finnst það að vera mjög sérstakt. Það síðan verið að með skýrum hætti verið að færa eignarhald mannvirkjana, allra ofanflóða mannvirkja eða þessara almannavarna mannvirkja, verið að færa það með hreinum og klárum hætti yfir til sveitarfélagana. Þar með talið eigenda ábyrgðina og allt sem að því fylgir og það tel ég að sé bara ekki nokkur leið að sætta sig við enda eiga almannavarnir að vera á vegum ríkisins en ekki einstakra sveitarfélaga. Það sem í rauninni skilið eftir það að sveitarfélög geta sótt styrk til að reisa varnargarða og svo geta þau sótt styrk til að takast á við viðhald upp að 60% af kostnaði. Þið sjá það allir að lítil sveitarfélög eða reyndar bara flest öll sveitarfélög, þetta eru mjög dýr mannvirki, að þau standa ekkert undir því að viðhalda þessu alveg fyrir utan það að það að mínu viti bara ekkert hægt að leggja það á heimamenn í rauninni að standa í þessu. Alveg á sama hátt og ég tel að snjóflóðaeftirlitið eigi að vera á vegum sko, og á ábyrgð einhverja annara en heimamanna. Þá ég ekki að segja að heimamenn eigi ekki að vera vinna við þetta, ég vil nú alls ekki að Tommi missi vinnuna, en ábyrgðin og þar í rauninni að greiðslan og ábyrgðin sé hjá til dæmis stofnun eins og Veðurstofunni. Þannig að við skulum orða þannig, við erum bara allnokkuð óhress með þetta frumvarp og svo verið þarna að reyna fyrir þessi þrenging, þá verið að reyna að fyrirbyggja í rauninni að sjóðurinn geti tekið þátt til dæmis eins og í því að bæta það tjón sem að verður við snjóflóðamatið á skíðasvæðinu, að það verið að fyrirbyggja hann geti tekið þátt í því að færa til eða kaupa upp eða hvernig sem það leyst fasteignir sem á svæðinu. Lögin núna eru að okkar mati alveg skýr að sjóðnum ber
að taka þátt í því að færa skíðasvæðið með okkur. Og ef maður hugsar það líka þá sko, þessi þrenging ef þú ætlar að, og þú fyrirgefur langlókuna, að þessi þrenging ef menn ætli í rauninni að fara að undirskilja bæði atvinnuhúsnæði og frístundasvæði, skipulag frístundasvæði, þá það nú verið að taka býsna stóran hlut af samfélaginu sem menn ætla einhvern veginn að undanskilja því að hið opinbera komi að þegar að þetta kemur upp. Þannig að þetta bara á allan hátt óásættilegt. Þannig að sko eins og ég skil þetta Helga kannski það sem Elías að segja að þetta hefur raunverulega bara verið að íþyngja sveitarfélögunum frá því sem hefur verið á ríki áður að það sé raunverulega að færa þetta meira yfir til sveitarfélagana að takast á við og heimafólk raunverulega bara á öllu málinu í stóra samhenginu. Já, og það kannski bara ábyrgð sem að sveitarfélög vilja ekki axla. Og þykir betra að sé einhvers staðar annars staðar svona eins og Elías sagði og svo það má kannski líka ræða þennan tímapunkt. Það verið að fara yfir öll mannvirki núna alls staðar á landinu bara í ljósi þess sem gerðist í fyrra á Flateyri og liggur fyrir þá að það þarf að vinna eitthvað betur kannski einhvers staðar. Það verið að rýma þessi nýju hús núna á Siglufirði af því að það talin einhver hætta sem ekki var talin áður sem að snjóflóðavarnargarðurinn átti að taka. Þannig að það mjög sérstakt að fara að taka þetta að til núna þar sem að kannski einhver vinna framundan við að lagfæra og endurnýja og endurbyggja. En ég held að það þurfi líka, mér finnst það líka punktur í þessar umræðu. En mögulega tengist tímapunkturinn því að núna fyrir ekkert löngu síðan þá gaf umboðsmaður Alþingis út álit þar sem að í rauninni kemur bara skýrt fram að embættismenn í ráðuneytinu höfðu búið sér til verklag sem að ekkert alveg í samræmi við lög. Og það ekkert mögulega, það búið að koma fram í ræðu að það verið eða þessi tillaga breyting á lögum snýr í það minnsta hluta að því að færa lögin nær verklagi embættismanna. Og ég held að það sé nú eitthvað sem menn ættu kannski aðeins að hugsa ef að það eru sett lög, embættismenn ákveða að fara ekki alveg eftir þeim eða túlka þeim með sínum hætti, umboðsmaður Alþingis bendir á það og þá farið í það að breyta lögunum að framkvæmdinni. Þetta svona, allan fyrir alþingismenn þá þetta nú kannski eitthvað sem að menn ættu aðeins að velta fyrir sér. Það greinilega að fara hans í gegnum þetta, hljómar ekki alveg svona þessi rétt staðið. Tómas? Það að missa tökin á þessu, Njóll? Nei, sko, það einn misskilningur sem þetta fólk almennt þegar ég starfa sem alþingismaður, þá ég ekki í því að verja ríkið. Það svona, ég hef svona, svo það sé á hreinu og það svolítið algengt held ég að fólk einhvern veginn misskilji þennan þátt svolítið í störfum þingmanna að við séum eitthvað í því að verja framkvæmdarvaldið sem slíkt alla daga, sko, þannig að mér finnst það bara mjög áhugavert það sem að Elías að bera hérna borða og væntanlega félagar mínir í umhverfis- og samgöngunefndinni taka þá efnislega fyrir þar. En Tómas, þetta ekki mjög eðlilegt að þetta sé bara varðandi snjóeftirlitið og allt sem að svo ofanflóða hættu þetta sé hjá Veðurstofunni? Þetta ekki bara í góðu horfi? Ég allavega það sem snýr að sko, ég hef nú svo sem ekki enga sterka skoðun á skíðasvæðunum, þannig að ég skil alveg rökin sem að Elías að fara með þarna. Sko allavega mikil þekking innan snjóflóðasetursins og Veðurstofunnar varðandi þessi mál og alltaf að vera betri og betri, þannig að vissulega þarf þetta að vera hjá Veðurstofunni, finnst mér, en sko síðan náttúrulega líka má ekki gleyma þeim þætti sem að stýra sko þessari staðarkunnáttu sem að náttúrulega bæði með sé mikla breytingu þú veist með í fylgjuskíðamennskunni og öllu þessu dóti og þegar menn eru að vakta þessi svæði dag frá degi sko, þá skapast mikil svona þekking. Þannig að ég hef eins og enga sterka skoðun á því hvað með skíðasvæðinu hvar eftir þetta að vera. Nei, einmitt. Helga, nú ef við förum aðeins yfir í stöðu, nú býrð þú á Ólafsfirði, búin að búa þar lengi og þetta samgöngu frá Ólafsfirði yfir til Dalvíkur. Já. Hvernig skynjar þetta gegnum árin og kannski Tómas núna eftirlitsmaður á þessu svæði, ekki bara líka fólk að fara meira varlega heldur en það var fyrir einhverjum árum, bara í öllum svona, sko við erum kannski að verða agaðri í sko hættunni gagnvart náttúrunni.
hvernig skynjar þessa breytingu að fara múlan og göngin og allt þetta og hvernig finnst þið vera að taka á þessu? Já, auðvitað þetta stóraukið öryggi að eins og þetta er í dag og Veðurstofan er að gefa út og loka veginn og allt það. Það var náttúrulega svo sem ekki kannski þannig í gamla daga, en það var samt, sko við bjöggum náttúrulega við það að vera inni í loku í viku eða 10 daga eða eitthvað svoleiðis, sko, þegar múlinn var hérna í gamla daga, en það var kannski svona, þú veist, maður mætti búast við öðru í dag. Ég held að kannski þá svona, þetta var náttúrulega hrikalegu fjallvegur og hann var bara ófær og þá var hann bara ófær og fólk var heldur ekki að leggja í einhverja tvísýn og ég held að það hafi nú verið þannig. Það var ákveðin veðurátt eða ákveðin veðurspá og þá bara hélt fólk sig heima. En þú veist, það hafa orðið breytingar, auðvitað bara með árunum, bæði bara þú veist, snjóalög eru öðruvísi, það er meiri umhleypingar í veðrinu núna, það er ekki eins mikill snjór oft, eins og var allavega í minningunni, þú veist, þannig og við svona búumst við því að geta verið meira á ferðinni. Þú veist, þessi göng áttu náttúrulega að leysa af þarna og verða til þess að við ættum greiðari samgöngur út og inn úr sveitarfélaginu. Þannig að svona, en það er, þú veist, það er af hinu góða þetta, þú veist, þetta eftirlit og þessar viðvaranir og allt sem er verið að gera, en á tímabili þótti fólki þetta vera einum of. Það kom einhver vetur, ég held að það veri kannski ekki fyrra vetur heldur þar áður. Það var bara lokað hver einustu helgi, einhvern var bara lokað á föstudögum og opnað á mánudögum eða sunnudagskvöldum eða eitthvað álíka og fólk var bara farið að hugsa, sko, já, ok, við eigum bara að vera hér. Þetta var svona Hafnarfjallandir, snjóflóð, þannig að þetta var svona, fólk var hætt að trúa á þetta á tímabili. En svo held ég nú bara svona, þú veist, auðvitað bara þú veist, náttúran er ótrúleg og þú veist, bara þetta með það sem gerðist á Seyðisfirði núna, þessi stóru aurflóð, þú veist, þetta auðvitað bara, þú veist, fólk ber virðingu fyrir þessu, þetta er svona óttablanding virðing, þannig að ég held að svona flestir passi sig og við erum farin að fara, við förum ekkert held ég í mikla tvísýnu en fólk þarf samt að komast ferða sinna, það er þannig. Ég má grípa boltann. Já. Sko, það er búið að vera ákveðin þróun í þessu og það var kannski eitt sem ég gleymdi að nefna áðan að ég líka hérna í björgunarsveitinni og er formaður það núna. En sko, það er búið að vera ákveðin þróun í rauninni, ég man alveg þá tíð að maður var að fara kannski 2-3-4 sinnum á vetri að ná í bíla sem voru bæði fastir í ófærð og einnig í snjóflóðum í Múlanum á Sauðárnesinu, þar sem snjóflóðahættusvæðið er og er erfiðasta svæðið. Og þarna voru menn að fara og leggja sig hættur til þess að ná í fólk og bíla. Síðan breytist þetta, þá voru við farin að skilja bílan eftir, náðum í fólkið. En síðan var farið að beita þessum virku lokunum og í rauninni, þú veist, þetta er náttúrulega bara svona ferli þetta er lærdómsferli, það er verið að læra inn á þetta og er verið að setja þarna mælitæki og annað til að fylgjast með þessu. En síðan er það nú eins og með önnur mannanna verka þetta kannski bílar og gagnast okkur ekki, þannig að þá komum við aftur að þessu öryggisstuðli, sko, að þá er verið að fara eftir veðurspám og hvernig veður er svona okkur sýnist að vera. Þannig að, þú veist, við hittum ekki alltaf á þetta en ég held að séum alltaf að vera betri og betri í þessu. Helga? Allt líka. En þetta var svona gagnrýni sem var mjög hávær á tímabili, það var bara verið að þessu, það fyrir aldrei. Hún hefur ekki farið fram hjá mér, sko. Nei. Þá kannski verður stóra breytingin núna 1. mars, það voru 30 ár síðan að Múlagöng voru vígð, þannig að við erum bara akkurat á þessum tímapunkti núna. Ég man þegar ég var að byrja sem nemi í flugumstöðinni Akureyrarflugvelli, það var flogið frá Ólafsfirði til Akureyrar. Það var bara flug, þannig að og fyrstu mánuðina eftir, en svo hætti þetta fljótlega eftir að göngin voru tekin notkun, þarna í byrjun árs 91 og við fórum ágætlega fyrir hálfu mánuði, fór ég ágætlega gegnum þetta með Hreini Haraldsyni, fyrrverandi vegamálastjóra, sem kom einmitt sem ungur maður að þessu undirbúningi að þessu göngum og svona svolítið tilurðina þegar það er að taka ákvarðanir tvíbreið, innbreið, kostnaði og annað og hvað voru að velta fyrir sér eins og kostum varðandi hvar göngin ætti að liggja og annað
og af hverju eru einbreið og ekki tvíbreið. Það var einfalda svari í sjálfu sér. Þeir nánast treystu sér ekki að hafa það tvöföld, bara með voru raunverulega, þetta voru eiginlega fyrstu stóru göngin sem eru gerð á Íslandi. Sko, þar á undan hafði þetta bara verið Strákagöngin og síðan við Ísafjörð, Arnardals göngin og Oddsskarðið. Og það var greinlega eins og hann sagði í viðtalinu, það var svolítið hræðsla þarna eftir Oddsskarðið, það gekk svolítið erfiðlega þar. Síðan líða þá einhver 20 ár rúma og þá farið í Múlagöngin. Síðan eftir það hefur verið farið í mörg svona stórframkvæmdir í gangnamálum í Íslandi sem mikið meiri þekking og allt þetta. Þannig að þá eru kannski bara komin að þessu punkti að þið þekkið þetta náttúrulega vel. Það er oft lokað þessa leið og þá komin í kannski það sem eru hinn stóru samgöngumál í Fjallabyggð. Það er einhverlega göng sem sikru megin. Það er Siglufjarðargöngin frá Siglufirði yfir í Fljótin. Það sem sirka verið að fara inn þarna með golfvellinum og það dottið mér heitið á dölunum þar og svo yfir Ketilás. Hreinn talaði mikið þessa 5,2 kilometra. Það væri í staðinn fyrir að fara hinn kosturinn var 6,2 og koma yfir Hraun. En síðan það Dalvík-Ólafsfjörður sem ef menn eru að horfa svona til lengri framtíð það eru göng sem getur verið 6, 7, jafnvel 8 kilometra löng. Norðmennir mæltu með þessu á sínum tíma í vinnu við Múlagöng og þetta var einn af kostunum sem við vorum að velta fyrir sér. Kostar mikið og á þeim tíma vorum við kaupmáttur í Íslandi helmingi minni heldur en í dag. Við vorum bara við erum miklu efnari sem þjóð í dag heldur en vorum þá, þannig að í dag kannski var þetta litið allt öðruvísi á þetta. Ég hef sjálfur talað fyrir að gera þessa áætlun fyrir Tröllaskagann og talað þá að þetta ætti að vera hluti af dæminu, Dalvík-Ólafsfjörður. Þetta fór ekki inn í álit umhverfis samgöngunefndar varðandi síðustu samgönguáætlun. Það var ekki minnst á þennan kost þar, heldur þar var að tala breikkun Múlaganga sem kom fram í viðtalinu við Hreinu daginn að það væri eins og 60% af nýju göngum í kostnaði per kilometra. Þannig að hvar standið þið? Ég veit að þetta svolítið flókið mál fyrir ykkur. Þetta eru tvenn göng, sikkurum endanum og þá náttúrulega kemur umræðan ef við þurfum að velja, þetta er bara þægilegast að sé bara gert bæði einu og ekkert mál. Hvernig lítur, hefur verið eitthvað rætt í ykkar hópi sko, í pólitíkinni í Fjallabyggð, sko, svona einhver áætlun hvernig fólk sér þetta fyrir sér? Helga? Já, það nú fínt að ég fekk þetta. Nú látum við formann bæjar að koma með þetta. Sko, þarna eru þetta bara mikilvæg sjónarmið á hvorum enda sveitarfélagsins þú ferð. Og það er bara þannig og ég ætla ekki að segja mína, þú veist, eða þannig lagað að hafa álit á því hvar við byrja. Sko, mér reiknast til að þetta séu samtals 14 kílómetrar. Sem sagt, þessi tvenn göng, það eru 5,2 frá Siglufirði til Ketilási og svo það 8,8 með vegskálum, þetta bæði og þannig að þetta eru 14 kílómetrar. Fjarðargöngin sem á að fara í núna 2022, þau eru 13,4. Má þá ekki bara byrja þarna báðum megin? Getum við ekki bara borað tvenn göng? Við þurfum ekki að gera upp á milli barnanna. Nei. Í mínum huga þá það bara klárt að menn eiga að fara í tvenn göng. Það hægt að bjóða þetta þess vegna út í sem eitt verk sem myndi spara töluverða peninga í aðstöðusköpun og ýmsu. Þannig að það í mínum huga þá bara klárt að þá að fara í bæði göngin. Sko aðeins inn í síðan umræðuna sko með verða svona ég allan að upplifa svolítið þannig að það gleymist pínlítið. Það ofboðslegu samfélagsbreytingar sem hafa orðið frá því í rauninni múlinn. Fyrir 30 árum, það það leyti sem þá innanlandsflug á Ólafsfjörð, það allt mögulegt sem allt öðruvísi. Og þegar menn segja að það sé í rauninni nóg að hafa þessi göng núna, þá það bara ekki rétt. Vegna þess að það búið að taka ákvarðanir, mjög stórar ákvarðanir í byggðamálum sem að það sem verið að þétta í rauninni þjónusta farin, hún á færri stöðum. Þú með háskólasjúkrahús í Reykjavík og þú með síðan sjúkrahús á Akureyri þar. Þetta orðið miklu mikilvægara að komast á milli staða.
Við erum hérna með eina stærstu löndunarhöfn sko á landinu í þorski, 20-30.000 tonn sem að þarf að koma burtu og það allar þessar breytingar gera það að verkum og breytingar sem munu verða á næstu árum gera það að verkum að menn verða bara að fara í þetta og það dugar ekki eins og hefur komið fram þar sem að í rauninni meiningin að það verði bara borið ein göng í einu. Þá erum við að tala 10-15 ár þangað til að menn eru farnir að bora næstu göng á eftir Austfjörðum og það bara ekki eitthvað sem möguleiki. Þannig að ég held að maður verða að spýta í og segja bara að það verður að vera það verður bara borað á fleiri en einu stað í einu. Er það ekki rétt skil hjá mér, það getur verið lengra en 10-15 ár ef þú veist, á samgönguáætlun núna eru þessu 2 göng fyrir austan. Þannig að þú veist, þetta lengri tími sem við erum að tala sko, ef að þetta á að standast. Já, ég var að reyna að vera bjartsýnn. Já, það gott að vera bjartsýnn. En sko, þetta bara viðunandi? Getum við bara beðið í ef þetta eru, þó það verður þá 15 ár þá til þú byrjar að bora, Elías, þá ertu ekki að fara að keyra þessu göng fyrir næstum 20 ár. Þannig að þú veist, og bara horfið á samgöngurnar eins og þær eru núna. Það bara gengur ekki. Nei. Þetta náttúrulega eins og núna, þetta raunlega 3 göng sem við erum að tala fyrir austan, við erum að tala 2 göng á Suðurfjörðunum fyrir vestan, umræðan þar, Vík í Mýrdal, þannig að þetta mjög víða og við þekkjum umræðinu Vopnafjörð yfir á Hérað og ég ekki með listan hérna hjá mér, en það mjög víða, þannig að svo þetta bara spurning núna hvort að þurfum við að fara að meta þessar breytingar sem mögulega getur verið varðandi loftslagsmálin, ef þetta raunverulega að gerast með þessum hætti varðandi skriðu, sífreyra og öll skriðuföll og mögulega hvort að veðurfar að sé eitthvað breytast, meiri ofankoma eins og við sjáum daginn á Seyðisfirði þegar falla meiri en ársúrkoma, Akureyri fellur þar á 5 dögum sko. Að hvaða áhrif þetta hefur raunverulega bara inn í sko allar þessar áætlanir, hvernig menn þurfa að fara, hvort það séu raunverulega einhverjar breytingar sem við þurfum að fara að huga að og kannski bara við séum sem samfélag að gera meiri kröfur öryggi. Þannig að reyna að efla það verði svona forgangs í stóra samhenginu, aðgengi og öryggi. Klárlega, ef þú ætlar að hafa bara byggð á landinu, þá bara það númer 1, 2 og 3. Við sjáum líka bara til dæmis út gluggar þarna hjá Elíasi sko, risastóra fjárfestingu í ferðamannaiðnaðinum sko, sem að Róbert hefur staðið fyrir og við ætlum okkur svipaða hluti á Ólafsfirði og vonandi í framtíðinni. Það þessi faratámi sem að samgöngunar eru. Það stendur í vegi fyrir bara mikilli þróun hjá okkur á samfélaginu. Já, og þess vegna ef maður pólitískt alltaf í mörg ára verið að tala þetta með samgöngustefnu undir Tröllaskagan, heilsteypt yfir að sveitarfélögin vinna þetta svolítið saman og að hvað eigi að forgangsraða og hvernig við hugsaum þetta til næstu áratuga, hvaða leiðir eigum að fara. Ég meina, það styttir leiðinu 15 km frá Siglufirði yfir í Fljótin, að fara þessi 5,2 km göng, losna við almenningana og þessar 7 km sem eru á skriði þar. Þannig og svo náttúrulega þekkjum við þetta með að austanverðu varðandi Múlann, þannig að þetta hljóta nú að vera svona stóru verkefni ykkar í samgöngumálunum að ná utan þessi stóru sem þetta risa mál sko. En ég held að umræðan almennt sé bara að vakna mjög þetta eftir þennan vetur og síðustu vikur þegar við sjáum svona almennt stöðu við hvað snjóflóðahættu og aurskriðum öðru. Sko það alveg ljóst að hérna hér í Fjallabyggð eru tækifærin allt í kring. Hér er fjölbreytt atvinnustarfsemi og það verið að búa að vera að byggja undanfarin ár þessa öflugu ferðaþjónustu, það sem bókstaflega keyrt alveg á það að þetta verði heilsás starfsemi. Skíðasvæðið, gönguskíðið, allt þetta hérna bara og svo fjallaskíðamennskan og öll þessi tækifæri eru hérna. Sko það eiginlega forsenda fyrir því að menn ná að nýta þessi tækifæri almennilega, það að samgöngur séu tryggar. Þannig að þú veist að selja hérna, já það hlýtur að vera heldur flóknar allavega að selja skíðahelgi á stað sem eru líkur á að verði einangraður heldur en á stað þar sem að samgöngur eru tryggar. Þú ert að búa til vörumerki og allt það og það sko, við megum ekki fara að auglýsa Fjallabyggð sko, komdu til okkar, ekki víst þú komist og ekki víst þú komist í burtu.
Það er ekki gott, þannig að það verður í rauninni, þess vegna verður við að einhvern veginn að hugsa þannig að ef menn ætla að halda landin í byggð, þá verða að vera góðar samgöngur, það verða að vera eins öruggar og mögulegt er. Hvorug þessi leið, hvort sem að þú ert að tala leiðina inn í Eyjafjörð eða leiðina hérna semst út í almenningana, örugg. Og á þeirri forsendu þá bara ítreka ég að það, mér finnst það náttúrulega vera bara algjör no-brainer að það eigi bara að fara í þetta og það dugar ekki að fara í þetta eftir einhver mörg ár. Já, fyrir svo utan það, Elías, að þó að þessi göng séu út úr sveitarfélaginu báðar áttir, þá uppfylla þau á engan veginn þær öryggiskröfur sem eru gerðar í dag. Alveg þar fyrir utan. Bara það svona önnur umræða, sko, þannig að og þú veist, það ferðaþjónustan, það eru náttúrulega líka bara atvinnugreinar aðrar sem að byggjast á því að koma vörunum sínum eða því sem verið að framleiða í burtu úr sveitarfélaginu og fá aðföng. Og þar erum við bara ekkert samkeppnishæf. Og við þurfum virkilega á því að halda að fá sem sagt fleiri störf, fleiri og fjölbreyttari. Og við þurfum að vera samkeppnishæf í því. Grunnur lítur alltaf að vera atvinnulífið. Grunnur lítur alltaf að vera sem öryggi kannski á íbúana og síðan að atvinnulífið sé í lagi og það sé að byggja upp vinnu og þannig bara heildar dæmið. Þetta er bara pakki, þetta þarf í rauninni allt að fungera, það þarf að vera atvinnulíf, það þarf að vera gott að búa, það þá frístundasvæði, vorum að tala skíðasvæðið áðan, þetta þarf að vera allt í lagi. Hvernig hefur þróast eins og með bara atvinnusvæðið? Núna náttúrulega Héðinsfjarðargöngin koma og svo bara síðan aðgengin í Eyjafjörðinn þá Múlagöngin. Fólk farið að vinna meira á stærra svæði eða það fara að keyra lengra eða Helga, hvernig hefur þú svona skynjað þetta í gegnum árin þróast? Já, klárlega. Það var náttúrulega bara ekki hægt fyrir Múlagöng til dæmis að vera einhvers staðar annars staðar í vinnu, allavega ekki við vetrartímann svo gott væri, örugglega ekki góður starfskraftur sem mætti svona endurum og sinnum. Verið að vera í fjarvinnu? Já, það var bara ekki til í þá daga, sko. En það nú til núna, þannig að sem betur fer og svona, maður kannski eigir einhverja aukningu á þeim markaði. En jú, klárlega það þannig að fólk í meira mæli og auknu mæli að vinna út úr sveitarfélaginu og að koma líka í vinnu. Og þetta þarf auðvitað að virka. Það vill enginn vera teftur heima yfir sér heila vinnuviku, það er ekki þægilegt. Nei. Tómas, hvernig þú hefur ekki fyrirtæki og ert í því líka með öllu hinu? Já, ég nú með, til dæmis, þá ég með starfskraft sem býr á Dalvík og hann hefur ekki komist til vinnu í þessa viku, sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta hefur áhrif, þannig að þetta hefur bara gríðarlega áhrif, þetta er bara rosalega mikilvægt fyrir okkur að vera með góðar samgöngur og tryggar. Svo hefur kannski verið að benda svolítið á það og líka sem var ástæðan fyrir að maður tala mikið skosku leiðina og síðan bara vegi og annað. Samfélag okkar að eldast, bara íslenska þjóðin að eldast, þannig að við þurfum vel að treystum á betri og betri samgöngur. Það eins og þegar maður var að skoða þetta með innanlandsflugið að á Eyjafjarðarsvæðinu það voru fleiri að fljúga milli Akureyrar og Reykjavíkur yfir vetrarmánuðina heldur en að keyra og eftir því sem við eldumst þá treystum við okkur síður alltaf til þess að vera að keyra landið að vetrarlagi. Bara oft í erfiðri veðurfari og öðru og þá gegnir það sama örugglega bara varandi byggðina og nágrannabyggðir og annað að tengja með öruggum og góðum samgöngum og maður sér, við erum að eldast bara mjög hratt sem þjóð, þannig að það verður stóri hópar sem að þurfa raunlega til að treysta byggðina, þá þurfum við að geta veitt ennþá betri þjónustu við þá öruggari, bara almennt á landsbyggðinni. Já, og það er náttúrulega verið að byggja upp svona, hvað maður að segja, þjónustu kjarna á landsbyggðinni, svona 1 og 2 svona stóra sem eiga þá þjónusta hin litlu sveitarfélögin og við erum náttúrulega bara undir því komin að komast í þessa þjónustu. Sjúkrahúsi á Akureyri, flugvöllin og allt það sem við erum að sækja. Einmitt. Varðandi, tölum kannski aðeins framtíðina í Fjallabyggð og
þetta ekki tóm vandræði, það líka jákvæðir hlutir og margt jákvætt að gerast og hérna á undanförnum árum og mikil innspýting að Héðinsfjarðargöngi komu og svo uppbyggingin í ferðaþjónustunni sem að aldeilis hefur verið öflug í Fjallabyggð og Siglufirði og Tómas kemur inn á og hefur líka verið náttúrulega Ólafsfirði og eflast. Hvernig sjá þetta fyrir ykkur? Hérna, hvað eru pólitíkusar Helga og Tómas að hugsa þegar þau verða að selja byggðina og búið til stefnumótun og Elías hérna, framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að vinna með ykkur? Á hvað eru að horfa og hvernig sjá þetta fyrir ykkur hérna, þróast á næsta árum? Ég held við ættum bara að vera að væla hérna við samgöngum okkur svona. Ég alveg Þú er aðgóð það, Tómas. Þú er aðgóð að gera þú í þættinu næstu skref. Það er Já. Næstu skref jarðgöng. Nei, ég meina það er alltaf alveg klárt mál að við höfum alveg sóknarfæri í það og ég meina það er til dæmis eitt með þessa fjarvinnu og störfa á stafsetningur og annars líkur þannig að þetta er ekkit hérna, já við getum sótt að þau til dæmis og ég meina það er ýmislegt í deiglunni við til dæmis erum búin að vera að horfa svolítið í hérna lagseldi og svoleiðis og það er kannski fínt að vita hvar þú stendur í því hvað þú er að gera í því Njáll. Þannig að bara hvað Þannig að horfum við út á gluggann, það er bara fólk á skíðagöngu hérna. Það draga athygli frá mér. Já, Helga. Já, Hvað eru sóknarfærin? Sóknarfærin, þau eru náttúrulega í ferðamennsku, það er þannig og hérna, hér hefur verið mikil uppbygging og hérna, hægt að gera mjög góða hluti. Við þurfum að fá samgöngurnar í lag, en við þurfum að fá fjölbreyttari störf í sveitarfélagið og hérna, auðvitað sem sagt að stækka sveitarfélagið, við þurfum að hérna, fá fleiri íbúa og með fullri virðingu fyrir gömlu fólki eða eldri borgurum, þá þurfum við líka að yngja þessu upp í sveitarfélaginu og hérna, og það er náttúrulega bara, þú veist, sú staðreynd blasir við. Og það er auðvitað já eins og Tommi sagði það eru mjög mörg sóknarfæri í fjárvinnslu held ég núna en við getum ekki bara einblínt á það við þurfum meira og við þurfum virkilega á því að halda fjölga og hafa fjölbreyttari störf. Elías, nú ert þú búin að vera bæjarstjóri í tæpt ár, kemur utan að og horfir þetta kannski svolítið með augu gestsins hérna glögt að gesa sögu á allt það. Hvernig skynjar þú þetta? Hvað er þetta að fara? Hvað eru kostirnir og hægt að byggja til framtíðar? Sko, fyrir að fyrsta þá var mjög áhugavert í komingað að maður byrja náttúrulega að horfa í kringum sig og ég held ég hafi aldrei upplifað það að sko sjá jafn mörg einhvern veginn tækifæri eins og ég sá. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni algjört landtækifærina hérna í Fjallabyggð fyrir þá sem að vilja leita þeirra. Við höfum náttúruna og heils árs í rauninni möguleika á því að selja afþreyingu í henni. Við erum með mjög góða innviði, þeir eru góðir skólar, bæði aðstaða og starf, mjög góða leikskóla. Það eru, eins og ég, allir innviðir eru mjög góðir hérna og svo eru, þannig að tækifærin þau eru ferðaþjónusta klárt, það eru alls konar störf og ég reyndar aðeins passa mig á störfum án staðsetningar af því að gallinn við þau, jafn góð og þau eru að þá eru þau í rauninni þannig að þá flytur starfið með kennitölunni. Þannig að ef sá sem að kemur með starfið með sér ákveður að flytja annað þá er starfið farið. Ég hefði líka viljað sjá þá í rauninni að menn væru hér með einhvers konar útibú, það sem að væri þá sem sagt fyrirtæki tækju ákvörðun það að vera hér og það er meira en vel hægt núna í nútíma tækninni og við höfum séð það náttúrulega í COVID að það er í rauninni ekkert vandamál að vera að starfa sem sagt fjarri hvað við hefum að kalla höfuðstöðvar eða eitthvað og ég meina þetta er að gerast allan heim. Ég held að sé orðið yfir 50% mannauðsstjóra í Bandaríkjunum las ég nýlega sem að líta algjörlega á það sem valið möguleika að ráða fólk þó það búi hvergi nærri sem sagt aðal starfsstöð fyrirtækisins, þá er bara verið að ráða fólk út frá þekkingu.
og í mínum huga þá það þannig að það verður held í hugafarsbreyting á næstu árum og jafnvel byrjuð. Ég treysti því að það verði og ég fullyri að það ekki þannig að öllum langi að búa í Reykjavík. Ég held að það sé bara fullt af fólki sem að vilji búa hér þar sem að þú ert í rauninni getur verið að spara heilan vinnudag á viku bara út af skutlinu og öllu sem á suðvesturhorninu. Hér stutt í allt, eldsnöggur hvort sem að það afþreying eða að fara í vinnuna eða hvað það Þannig að í mínum huga þá sko bara fullt af tækifærum, en þá kemur aftur að því svolítið eins og Helga sagði að það líka, til þess að nýta þau, þá verður fólk að upplifa að það geti sem sagt komist til og frá. Þannig að samgöngur bara, eða flutningsleiðir, við getum kallað það. Flutningsleiðir geta verið ljósleiðari, vegir eða hvað það Það bara algjört lykilatriði að flutningsleiðir séu í lagi. Þannig að við kannski, við áttum náttúrulega ekki von á COVID-inu en þegar menn farið það að leggja ljósleiðara dæmið og þetta bara örfá ár síðan og við erum búin að byggja upp ljósleiðara tengingar og þetta að klárast, bara allt landið komið með þetta og svo kemur COVID-ástandið og við sjáum við sem erum búin að sitja á fjarfundi síðan í mars, nánast alla daga klukkutímum saman og ég viðurkenni að maður hefur verið meira heima hjá sér núna heldur en hefðbundin þingvetur bara út af fjarfundunum og hvað raunverulega allt lokaðist og áherslan bara liggur þar að ég bara hef séð gríðarlega kosti í þessu sjálfur og bara skilvirkni á tíma og hvað maður kemst yfir en auðvitað, við skulum ekki gleyma alveg mannlega þættinum en ég sé þetta mest allt sem mikla og gríðarlega mikla kosti og það bara að þetta hafi gerst með ljósleiðaravæðinguna örfáum árum að við séum bara í toppi í heiminum í henni að þá held ég, og þetta COVID búin að hraða þessu ferlum 10 áratug öllu saman, þannig að ekki gleyma síðan raunlega ríkisvaldinu eða framkvæmda stofnunum og ráðuneytum og öðrum möguleika sem skapast þar líka að flytja störf þannig að fólk geti sinnt störfunum víðar heldur en í miðborg Reykjavíkur. Síðan náttúrulega hefur verið mikið talað bara í stórborgum heimsins að skrifstofurými og annað, að það verði ekki sama eftirspurn eftir COVID eins og var fyrir vegna þess að þetta muni hafa mikla breytingar á starfshætti og hvernig fólk vinnur. Þannig að þetta verður mjög spennandi að sjá þetta framhald. Þegar þú kemur svona að ríkinu að ég held að í stefnu markandi byggðaáætlun 1824 þar kemur fram markmið hjá ríkinum að 5% allra auglýstra starfa í ráðuneytum og stofnunum verði án sérstakar staðsetningar. Fólk þurfi ekki að vinna endilega í ráðuneytinu. Já, hvort það var 5 eða jafnvel 10, ég man það ekki, hvort það er jafnvel 10%. Já, hvort það var 10 eftir afslokk 19, þá eru 10. Og ég held að ég sé ekkit ósanngjarnt þó ég segi að þetta hafi alls ekki staðist hjá ríkinu sjálfu. Og þar bara við í rauninni ríkið að sakast vegna þess að menn hafa ekki staðið við það bara að auglýsa. Og var ekki bara í þinginu ekki fyrir löngu síðan, þá kom þessi umræða einmitt upp þar sem var spurt þetta og þá kemur í ljós að þetta bara næstu því teljandi á fingurum annarar störfin sem hafa raunverulega farið út á land svona. Þannig að ég held að ríkið gæti sem einn af stærstu vinnustöðum þá getur þeir nú gert töluvert miklu betur, töluvert. Já, ítt undir þessa þróun. Það ekki, og ég held nú að það muni gerast að það fari í þetta með öflugri hætti á næstu misserum. Ég held að ég hef fulla trú á því. En svona nú fer að styttast í þessu hjá okkur. Hvað svo bara almennt fyrir byggðamál bara í fjórðungnum hjá okkur? Hvernig finnst ykkur þetta vera að þróast? Þið störfum með nágrannasveitarfélögum og annað. Hvernig þetta ganga fyrir sig? Hvernig sjáu þið þetta samstarf og eflist þetta eða hvað eins og ég nú alltaf og tönslast á í þessum þætti með samgöngustefnu fyrir svæðið og bara þessi samskipt á milli í gegnum Eyþing og Atvinnuþróunarfélagið eða Eyþing eða heitir þetta SSNE. SSNE, já. Já, ég fastur í hinum, ég stýtt mér fyrir betra orð segja meira en þetta eflast þetta starf? Hvernig skinnið þið þetta? Já. Ég myndi kannski segja það og ég held líka að þar hafi COVID hjálpað. Það hefur verið gríðarlega, ég myndi segja það, eins og til dæmis bara hjá SSNE og eftir
það er bara, það tekist gríðarlega vel til þessi sameining sem varð á Eyþingi og Atvinnuþróunarfélaginu og svo vinna sem hefur verið þar sem að kom til líka vegna COVID að það var farið að taka sveitarstjóran og sveitarfélögin saman og að það hefur þjappa fólki sko gríðarlega vel saman held ég. Þetta hafi og þar er enn og aftur þessi fjarfundir að koma mjög sterkir inn. Já, ég lýsti þessu setti nú status, það var í athugunarnefnd fyrir nokkrum, ég veit ekki, viku eða 2 vikum síðan, þegar vorum að ræða meira nýsköpun í landi opinbera, sem sagt, hið opinbera og þau mál, snúa nýsköpun, þá fengum við á 3 tímum einhverja 10 gesta landsbyggðinni inn í gegnum fjarfundi, gríðarlegan fjölda fólki, sem ég held að aldrei orðið nema við vorum að funda með þessum hætti og það sparaði örugglega milljónir bara þessi 3 tíma fundur í ferðakostnað og annað og líka stór bætti sko aðgengi sveitarfélaga og bæði bara, sveitarstjórnarmanna alls staðar á landinu að koma svona inn á fundi. Ótrúlega lítið mál, allir orðnir vanir og þetta var mjög þægilegt og gekk ótrúlega vel fyrir sig. Þannig að ég held að á þessum hluta sem ég var að lýsa þá, þetta var 3 tíma fundur, 1 hollið, það voru 13 sveitarstjórnarmenn og með okkur þingmönnum úr Norðausturkjördæmi inn á fundinum á sama tíma að ræða nýsköpun og styrkingu þessu opinbera nýsköpun í landinu. Og þá fekk maður svolítið tilfinningunni að sjá sko bara möguleikan í þessu. Hvað þetta nær allir umræðu upp á hærra plan og eflir. Það er ég var að hugsa það áðan og Nanna Árnadóttir bendir á, með ekki gleyma, að það er menntaskólinn á Tröllaskaga. Hvað segir við í Tröllaskaga? Á Tröllaskaga? Já, það náttúrulega hefur svaka lyftistöng og nemendur að koma víða að í sjálfu sér og það er fjarnám og svona, þannig að það hlýtur að hafa verið mikið lyftistöng fyrir sveitarfélagið að sú uppbygging á menntaskólanum. Já, það er stórkostlegt að sjá fyrsta veturinn sem að skólinn var starfrættur breytingin sem var á samfélaginu þegar þá sá maður sko unglinga á aldrinum 16 ára og upp úr. Þá sá maður þau í september sko. Því að það var nú ekkert algengt að sjá þau þá fóru þau í skólann á Akureyri eða suður. Þannig að þetta hefur alveg og ég tala ekki gæðin sem fylgja því að þurfi ekki að senda börnin sín í burtu í skóla. Maður hefur alveg upplifað bæði að senda krakkar í burtu suður og inn á Akureyri versus það að hafa þau heima. Þetta sé bara mjög mikilvægt fyrir foreldra og börn það mynda vináttu sambandi inn í fullorðinsárin að hafa þau hjá sér sem lengst. Helga? Algjörlega, ég er sammála Tómasi, ég náttúrulega fór sjálf í burtu í framhaldsskóla og sendi elsta strákinn minn í burtu en svo kom hann tilbaka og útskrifaðist héðan og þetta er alveg ótrúlega mikil bót og það var líka alveg þannig, kannski fyrir Tómatíma, ég man það ekki, en þá voru bara foreldrar að flytja með börnunum sínum. Það var bara svoleiðis. Að þegar börnin fóru í framhaldsskóla þá bara fluttu heilu fjölskyldunar úr sveitarfélaginu og ekkert, þú veist, það er svo sem bara er ekkert skrítið við það, þú veist, að þú bara viljir fylgja barninu 16 ára í eitthvað annað sveitarfélag sko og til næstu ára, en þannig að það er gríðarleg breyting þarna og mikil tækifæri og þessi skóli rosalega góður með sko fjarnám og sem er bara ég held ég sprungið fyrir löngu og sem sagt það bara það er allar bestu einkunn held ég bara alls staðar. Akkurat, Elías. Þetta er hluti svona af þessum innviðum sem að ég nefndi áðan sem eru og í þeim liggja mikil tækifæri að það er nákvæmlega að fólk þarf ekki að flytja í burtu með börnunum sínum eða senda þau, þarf þess ekki. Þannig að þetta er bara partur af þeim hlunnindum sem við höfum sem að gefa okkur aftur möguleika til þess að vaxa og þróast til framtíðar. Og ég er nú ekki alveg öruggur á tölunum, en
en einhvern veginn stendur í haustum á mér að það séu í kringum 400 nemendur við skólan, sko. Já. Tómi mann það kannski frekar, en það allavega gríðarlega margt og þau hafa verið að vinna til veluna bæði skólinn sem og krakkarnir í honum og þetta ofboðslega flott starf. Ég veit að Lára vinkona mín og örugglega til að skamma mig, en ég man þetta ekkert betur en þú, töluna nákvæmlega. En það hins vegar alveg rétt að þessi skóli náttúrulega bara búin að vinna mikið svona, hvað maður segja, brautriðenda starf í rauninni, bara fjarnámi og bara kennslu aðferðum. Ég bara þekki það sjálfur af því að ég kláraði nú stúdentsprófið í þessum skóla. Og þetta bara, hef alveg samanburið frá því að vera í bekkjarkerfi í menntaskóla og í þessum prófum og öðru slíku. Þetta bara orðið tvennt ólíkt í dag. Þetta bara miklu nær því sem að krakkar eða fólk fer síðan út í atvinnulífinu. Þetta bara svona vikuverkefni sem þú leysir og bara mjög flottur skóli. Það var bara risastór sending fyrir okkur að fá þennan skóla og líka þetta starfsfólk sem að fylgja honum. 460 nemendur. Já, segir Anna. Segir Anna. Já. Það mjög, en það hefur maður bara heyrt jákvæða hluti með þessu. Og líka hann tók eiginlega fyrstu skóla upp þetta 3 ára nám og þetta virðist hafa bara gengið ótrúlega vel og svo fjárnámið og svona kennslu aðferðir og það sem er verið að kenna. Þannig að það bara, ég aldrei heyrt neitt annað en alltaf mjög jákvætt með það, sko. En nú erum við búin að vera að tala saman í klukkutíma, þannig að nú þarf að fara... Eru það 3 eftir eða? Já, þetta spjall í þessum þáttum, það hefur oft, það hefur verið boðað stundum að ég standi við 40-50 mínútur en það hefur stundum lengst töluvert í því og þeir orðið oft æði langir en það er enginn að passa upp á tíman þannig að þetta er ekki... Er þetta ekki eins og í podcastinu Jónu Sölva Tryggva, er ekki menn að slá einhver met, hvað er metið? Já, einmitt metið hjá mér er 80 eitthvað mínútur og þá var þetta komið svo djúpt inn í áhugamálin hjá mér. Þetta er svona persónulega áhugamál að hvað sem við vorum að ræða samgöngumál í landinu fyrir vegamálastjóra þá þegar maður fær hann í viðtala þá kann maður bara tala út í eitt og það geta haldið áfram örgulega dögum saman og fá þetta fram. En það því að þetta átti nú bara að vera svona létt spjall og svona, ég meina hvað heldur þingmaðurinn okkar í þessu samgönguúrbótum fyrir okkur? Hvað segirðu í? Ég sagði þessum samgönguúrbótum. Já, ég náttúrulega bara sagt að ég er búin að skrifa þessi mál að ég vil bara líka leggja af stað í leiðanguru með Dalvík Ólafsfjörð líka með hinnu, en þess að þar er ekki nein vinna farin á stað, þannig að það þarf að fara að hefja þá vinnu og undirbúning og kanna aðstæður og annað. Þannig að það er eitt af því og ég bara, náttúrulega, ég samgöngu idiot, þannig að gangna að gera annað að, þú veist, þetta er ekkert spurning. Þess vegna hef ég náttúrulega verið að ýta við sveitarfélögum á svæðinu að búa til stefnu fyrir Tröllaskagann í heild sinni, hvernig við ætlum að fara þetta og það kannski, þegar umræðan Tröllaskagagöng tengja Skagafjörð hjá Hjaltadal og yfir í Hörgárdalinn eða Barkadal, að þá þurftum við náttúrulega að fara að taka umræðuna heilsteypt yfir svæðið, þannig að við erum ekki að fara að gatasigta Tröllaskagann á næstu árum, að það þarf að vera nokkuð stefna hvernig við gerum þetta þannig að við bestum raunverulega málið í samgöngum, að við gerum þetta sem best og fyrir heildina og þess vegna þarf þessi umræða að fara fram og ég held að Tröllaskagagöngin og hugmyndum þau hafi ýtt svolítið undir það að sveitarfélögin þurfa að fara að hugsa þetta, skoða þau mál, Öxnadalinn, Öxnadalsheiðina, sunnanmegin á Tröllaskaganum og síðan hjá ykkur norðanverðu varðandi göngin og það er styttingar og allt sem er mögulegt. Þannig að ég er bara búin að vera í því síðustu missir og ára að reyna að ýta við þeirri umræðu að hún fari fram og með fari í að skoða þessi mál. Ekki sagt það, Tómas, þegar ég byrjaði í bæjarmálum á Akureyri 2010, þá var mér nú bara bent á það að menn væri ekkert að ræða samgöngumál í sveitarfélaginu. Og það þótti mér undarlegt, þetta er forsenda fyrir öllu hinnu, þannig að og það er nú aldrei breyst svo umræða, þannig að ég sá nú ekki annað en í síðustu sveitarstjórnarkosningu 2014 og 18 á Akureyri að þá væri þetta nú málana, það er samgöngumálin, tengingar og annað. Þannig að myndi skjóta svolítið skökku við að við værum ekki að berjast fyrir þessum málum í sveitarstjórn, sko, en
En oft á tíðum upplifum að það eins og þetta sé bara verið sko, að tala út í vindinn sko. En auðvitað náttúrulega maður vonar til þess að það komist á dagskrá núna og það verði ykkur vitræn umræða þetta og bara menn farið að láta verkið tala. Já, en það svo sem eins og við ræddum við vegamálastjóra, það er búið að gera mjög margt í landinu á síðustu árum og það er farið mjög ítarlega í það fram og tilbaka en það þarf náttúrulega að undirbúa verkin og halda áfram. Við erum miklu ríkar heldur en vorum fyrir 30 ára sem þjóð og eigum alltaf að möguleika og við þurfum bara, þetta eru stóru málin, þess vegna þarf að undirbúa þau, halda þeim á lofti, það þarf að skrifa skýrsluna, það þarf að undirbúa allar upplýsingarnar. Þú ferð ekki og tekur ákvörðun nema þú sért með almennilegar upplýsingar hlutina. Og það er það sem ég er að kalla eftir, að menn vinni gögnin, sko. Og þannig hefur maður alltaf reynt að vinna þetta kerfisbundið og reynt að ýta við hlutum, sko. En þannig að maður hvetur bara alla sveitarstjórnarmenn að vera á fullu í þessu, sko. Það er til einhver skýrsla Vegagerðarinnar Múlagöng eða breikkun Múlaganga og vegskála frá 2012 en það hafa engar svona forathuganir verið gerðar. En þar er lengdin og einhver kostnaðaráætlun sem er sjálfsagt orðin úrelt. Já, þannig að ég hvet ykkur að halda áfram með að reyna að ýta við þessu. Það er æstu skref, en svo verður líka náttúrulega að hugsa maður bara pínlítið sko, ákvörðun ríkisstjórnarinnar að bora bara eingöngu í einu. Ég veit þetta kostar, en það kostar rosalega mikið líka að halda öllum þessum vegum við, moka það og allt þetta. Það fara einhver smá peningar í það á ári. Og þú veist, svo verður maður bara líka að horfa út frá því að þú veist, eftir því sem að samgöngur verða betri, þá verður bara breytt staða út á landi, þá við verðum samkeppnishæfari varðandi störf og framleiðslu og verðmætasköpun í landinu. Og við búum við það, þú veist, að við höfum allt til alls í raun og veru, það þarf bara að komast hingað og héðan. Já. Við erum með lóði, möguleikarnir eru endalausir, en það þarf að þessi tappi, hann þarf að hverfa. Já, nákvæmlega. Þannig að bora bara eingöngu í einu, þú veist, og ef þú bara horfir á tímalengdina sem að tekur við hver göng, þú veist, þá er þetta... Og Helga, þá er rétt líka að hafa það í huga, varðandi að bora eingöngu í einu sem hefur verið stefnan, og Dýrafjarðargöng sem voru tekið í notkun daginn, það var hægt að bora eða að sprengja fyrir þeim fyrir 2 árum, sko. Þannig að það er hvernig þú skilgreinir hlutina, sko, er það vinna við göng eða hvort þú ert bara í stöðugt að vera að bora og sprengja fyrir göngum. Þannig að þetta er mikið framkvæmd að klára göng, sko, í loka frágangi. Já, og þá er ég bara að tala hvenær þú verða tekin í notkun. Já. Og ekki verið að tala áratug eins og með Fjarðargöngin. Já, síðan hefur þættinu borist skilaboð frá sveitarstjórunum í Dalvíkurbyggð, Katrínu Sigurjónsdóttir, að það séu 492 nemendur í menntaskólum Tröllaskaga, 494 og það eru 422 í fjarnámi og 72 heima við staðanemur. Þannig að tölurnar eru býsna miklar og það sé raunverulega allt land og líka heiminn. Þetta er kannski dæmið samstarf á milli sveitarfélaganna, það eru farin að fá þessar upplýsingar frá Dalvík, sko. Já. Við erum náttúrulega í rosalega vondum málum núna að nágrannarnir eru fattir að koma með réttar tölur. Það er leiðrétt ykkur. Svakalega vond mál. Lára mín á eftir að láta mig hafa það, maður. Já. Þetta er ágætt. Við þökkum fyrir þetta, Katrín. En ég held að þetta sé bara fínt að enda á jákvæða nótum varðandi uppbyggingu á menntaskólum Tröllaskaga og það er bara frábært að spjalla við ykkur innan klukkutíma og það er nóg að taka og við höldum spjallin áfram en ég bara ítreka við alla sveitarstjórnarmenn á svæðinu að menn láti til sín taka í samgöngumálum þess að þetta er alltaf forsenda fyrir allri byggð út á landi og bara mismunandi forsendum að menn vinni í því að afla gagnanna og vinna að framgangi þessar mála þess að það er fátt meira og mikilvægara í stóra samhenginu heldur en að menn búi við góðar og öruggar samgöngur. Þannig að ég er bara með ykkur alla leið í því og þetta er nú svona mína ær og kýr, það er að tala fyrir góðum samgöngum vítt og breitt, hvort sem það lofti láða að leið. En bara kæra þakki fyrir að vera með mér í þættinum og við heyrum síðan fljótlega. Takk fyrir.